Góðan daginn, ég heiti Árni Erik og ég að kynna söguverkefni mitt í menntaskólanum í Reykjavík Holodomor. Já. Hvað var Holodomor? Holodomor, eða einnig kennd á ensku The Ukrainian Famine, var manngerð hungursneyð í Sovétríkjunum af völdum bolsévikastjórnarinnar á árunum 1932 til 1933. Það talið að tugir milljóna manna bjuggu við hungur á þessum tíma og alveg margar milljónir hafa látist vegna þessara hungursneyðar. Þessi glæpur meðal stærstu og grimmustu í mannkynssögunni allri og líta mjög mörg lönd og margt fólk á hann sem þjóðarmorð. Á meðan Sovétríkin stóðu uppi var mjög hættulegt að tala Holodomor þar sem það var reynt að fela það og láta eins og það hafi aldrei gerst af Sovétríkinum og þorði fólk ekki að tala Holodomor á almenningsfæri, meira að segja þeir sem lifðu þessa hörmunga. En það var ekki fyrr en rétt áður en Úkraína hlaut sjálfstæði árið 1991 þar sem loksins sannleikurinn Holodomor var endurreistur í minningu þjóðarinnar. Og Holodomor núna minnismerki þjáningu Úkraínu en einnig sem lífsvilja þeirra. Sem sagt, upphaf hungursneyðarinnar. Holodomor var upphaflega hluti af hungursneyð sem geisaði öll Sovétríkin. Sem sagt, ekki bara í Úkraínu, þetta var út allt og það var vegna efnahagsstefnu Stalíns í fyrstu 5 ára áætlun hans. Í þessari áætlun var settur á svokallaður samyrkjubúskapur, þar sem allur búskapur og matvælaframleiðsla og það allt stjórnað, allt sameiginlegt, ríkið á það og stjórnar því. Það voru auðir bændur sem einnig nefnast kúlakkar sem voru ofsóttir af Sovétríkjunum og síðan var öll uppskera gerð upptæk einnig. Þessi hungursneyð átti sér ekki aðeins stað í Úkraínu en Úkraína kom nú verst út úr henni. Já. Það var sem sagt árið 1929 þar sem Jósef Stalín ákvað að sameina búskap Sovétríkjanna. Þá neyddu Sovétríkin úkraínskt fólk og landeigendur að afsala sér allt landið sitt og það gat verið bara frá landi til bara húsnæðis og meira að segja eignir voru teknar af þeim. Uppskeran var sem sagt hirt og notuð í að uppfylla kvóta og einnig í að brugga áfengi sem var síðan selt. Það voru sem sagt þessir bændur eða kúlakkar sem risu upp gegn þessum aðgerðum hjá Sovétríkjunum og þeir voru þá í staðinn ofsóttir og sendir meira að segja í vinnubúðir. Já. Það á þeim svæðum þar sem var fundið fyrir uppreisn
Þá var á þeim svæðum var allur matur gerður upptækur og sett voru meira að segja á svona ferðabönn, þannig að fólki sem lifði þarna mátti ekki flytja burt í leit að mat, sem náttúrulega alveg hræðilegt. Og hápunktur Holodomor, eða hápunktur hungursneyðarinnar og það sem á þessum tíma það sem Holodomor skilgreint á árunum 1932 til 1933 og það bara þegar öllum mat rænt frá Úkraínu, það bara allt sem telst sem matur getur verið bara korn og bara gæludýr, bara allt sem hægt að borða. Og hungursneyðin var það slæm að alveg tugir þúsunda manna dóu á hverjum einasta degi og sumir fóru meira að segja voru það svangir að þeir átu sín eigin börn. Maður hlýtur þá að spyrja sig, af hverju Úkraína? Af hverju var Úkraína sú sem hlaut svona illa af þessari hungursneyð? Það nefnilega vegna þess að það var ekki bara tilviljun, það var vegna bæði pólitískra og efnahagslegra ástæðna. Úkraína var svokölluð brauðkarfa Sovétríkjanna. Hún var sem sagt með mjög frjósöm lönd og mjög mikla kornframleiðslu. En einmitt þessi bændur sem voru þar, þessi kúlakkar, hefðu gert þessa mótreist gegn Sovétríkinu. Eða mótmælti þessum samvirki búskap. Stalín vildi þá brjóta niður þessa sjálfstæðu bændastétt og til þess að tryggja að ríkið hefði fulla stjórn yfir matvælaframleiðslu. En auk þess óttuðust Sovétríkin vaxandi þjóðernishyggju í Úkraínu og notaði sem sagt hungursneyðina til að bæla það niður. En með því að beita Úkraínu þessum harkalegum aðgerðum var það einnig til að senda skilaboð til annarra sovéskra lýðvelda að mótspyrna gegn Sovétríkinum yrði bara ekki liðin. Sem sagt, Holodomor var ekki aðeins afleiðing af þessari 5 ára áætlun Stalíns, heldur einnig meðvituð aðferð til að halda úkraínsku þjóðinni í skefjum. Dauðsföllin. Fórnarlömb Holodomor eru talin í milljónum. Samkvæmt sagnfræðingum voru bæði bein og óbein dauðsföll meðal fólks í Úkraínu í mestalagi 8 milljónir. Það alveg voðalega há tala. Eins og maður getur ímyndað sér í helförinni hjá nasistunum. Það voru 6 milljón gyðingar sem dóu þar og maður telur það vera rosalega háa tölu. En það hræðilega við þetta, áður en þetta verkefni var gefið út þá hafði ég aldrei heyrt þetta og mér finnst það alveg klikka hvað margir hafa dáið í þessu og bara án þess að ég hafi einhvern tímann vita af þessu. En já, á sem sagt hápunktinum voru á þessum árum, þarna 1932 til 33, þá voru einmitt tugir þúsunda manna sem létust á hverjum einasta degi. Og það sem hræðilegt var að þetta framkallaði einmitt mjög háa dánartíðni meðal barna og voru tölfræði greinar sem gáfu í ljós að aðeins 1/3 barna höfðu mætt í skólan í september árið 1933. Já, hérna sem sagt kort af Úkraínu, það sem sést á hvaða svæðum flestir dóu
og það þá frá árunum 1932 til 1934 og það sést einmitt vel hérna að árið 1933 voru bara langflestir sem dóu og það mest hérna á þessum tveim svæðum hérna þetta nálægt Kiev það sem voru talið hérna á þessari mynd 1.000.000 og hjá Kharkiv sem sama upphæð, nei sama hæð, já og þetta sem sagt hérna minna á hinum svæðinum en já, en svo maður sér þá þetta alveg rosalega mikill fjöldi af fólki sem deyr. Afleiðingarnar. Þessar afleiðingar Holodomor leiddu bara til rosalegra eyðileggingar á hefðbundinn lífsmáta fólks í Úkraínu í alveg mörg ár. Það var sem sagt allur landbúnaðurinn var núna kominn í hérna þessi ríkisrekin samvirkjubú og allir bóndar voru nú að vinna fyrir ríkið sem bara næstu því það hérna aukaði bara aukaði hérna fátækt bara í Úkraínu en meira og hungrið. Sem sagt, það var reynt að koma fyrir svokallari nýrri sovjerskri sjálfsmynd í Úkraínu þar sem Úkraínumenn þeim var bannað að tala úkraínsku og áttu að tala rússnesku í staðinn. Það sem Sovétríkin gerðu var að koma í veg fyrir að fjallað var Holodomor í opinberum umræðum bara til þess að fela þennan hrylling, bara til að láta eins og hann hafi ekki gerst en það var ekki, já það var sem sagt rétt áður en árið 1991 þegar Úkraína hlaut sjálfstæði að hérna þessi sannleikur kom í ljós. Já, þeir vildu þar með einmitt fá Úkraínu til að gleyma þessum hryllingi sem þeir hefðu framið á hana. Einnig var notkun á orðinu hungursneyð, hún var bönnuð í herskjölum og sjúkraskrám og tölfræðilegum greinum til að bara hérna fela þetta ennþá meira. Já, og fólk sem lifði hungursneyðina af, sem lifði Holodomor af, hérna hélt áfram að óttast áframhaldandi hungur og kúgun frá Sovétríkjunum og hélt sú hræðsla bara áfram til næstu kynslóða. Var þetta þjóðarmorð? Persónulega segi ég já, bara 100%, þetta bara var þjóðarmorð, finnst mér ekki hægt að lýsa þetta sem neitt annað, en 28. nóvember árið 2006 var samþykkt hérna í úkraínska þinginu eða Verkhovna Rada var samþykkt yfirlýsing að skilgreina Holodomor sem þjóðarmorð. Og nú eru það 16 lönd sem skilgreina Holodomor sem þjóðarmorð, sem finnst ansi lág tala, en meðal fræðimanna mjög almenn samstaða að þetta hafi verið þjóðarmorð. Og það eru einmitt þessar aðgerðir Sovétstjórnarinnar gegn Úkraínu, þar á meðal bann við orðum og umfjöllun þetta, gefa mjög skýrt fram að þetta hafi verið útplanað og hérna skipulögð hungursneyð á Úkraínu. En Rússland neitar þessu náttúrulega og segir að þetta hafi verið partur af þessari hungursneyð sem var öll Sovétríkin á þessum tíma. Já, sem sagt, niðurstöður. Holodomor var ein grimmasta og mannskæðasta hungursneyð bara í allri mannkynssögunni vegna þessarar kúgunar hjá Sovétríkjunum og
var einmitt þetta rosalega mannfall og einmitt mjög mikil eyðilegging á úkraínskri menningu. Og hérna þar sem Úkraína missti alveg rosalegan stóran hluta af sjálfstæðu bændasettunni sinni og sovésku stjórnvöldin reyndu einmitt að þurrka út þessa minningu atburðinn og láta eins og hann hefði aldrei átt sér stað. En þrátt fyrir það þá eru þá einmitt nokkur lönd sem skilgreina Holodomor sem þjóðarmorð, en það er einmitt Rússland sem neitar því. Holodomor er sem sagt ekki aðeins minnisvarði þjáningu Úkraínu, heldur einnig sem lífsvilja þeirra og baráttu og úthald úkraínsku þjóðarinnar. Þó að umræðan og umfjöllunarefnið Holodomor er hræðilegt og það er erfitt að ímynda sér hversu ógeðslegt var að fara í gegnum þetta, er þrátt fyrir það mjög mikilvægt að varðveita þessa minningu bæði Holodomor og þeirra sem létust, til þess að draga lærdóm af þessari sögu og koma í veg fyrir að slíkur hryllingur muni aldrei endurtaka sig. Takk fyrir mig.